ég var í Þýskalandi að horfa á fótbolta. Það var heimsmeistaramótið 2016. Og þá finn ég að það kannski eitthvað sem ég var að borða þarna sem var ekki að fara vel í mig. Og ég hafði verið að hlusta á greinar og fyrirlestra frá Mottumars nokkrum árum áður. Þar sem Þorsteinn Guðmundsson leikari var að lesa slagorðin. Og hann var með svona alls konar svona frasa, þú veist, ekki segja pass við þinn rass eða eitthvað, þú veist. Ég fékk hann bara á öxlina á mér og ég heyrði alltaf í Þorsteini að gera eitthvað í málinu. Auðvitað vonuðustu til þess að auglýsingarnar hefðu einhver áhrif, en það sem kom mér á óvart voru þegar það fóru svona einstaklingar að hafa samband. Það eiginlega í stuttu máli ástæðan fyrir því ég fer og læt skoða málið. Ég var alveg búinn að lesa mig það mikið til að ég gerði mig grein fyrir að það væri sennilega æxli. En svo þetta svo hart, maður liggur þarna bera neðan á bekknum. Og það kemur læknir með jafnstöng með linsu og myndavél. Og hann þræðir upp, kemur svo tilbaka og segir, horfðu á skjánundaði minn, þetta illkynja krabbamein. Það var beint í andlitið. Og síðan bara tekur kerfið við manni. Þetta eru ofsalega skýrir ferlar og allt sem snýr að lækningunni og meðferðinni rosalega flott. Allt sem snýr að fjármálum, vinnu, sjúkrasamlega og annað eitthvað sem þarf að laga því að það tekur enginn við þér og leiðir þig í gegnum þetta. Og ég segi við alla sem lenda í þessu, talaðu við félagsráðgjafa. Félagsráðgjafi umferðarlögregla kerfisins, þar að segja, sjúkrakerfis, bóta og réttinda. Ég sagði engum frá þessu mjög lengi, sko. Ég var hálfað með geislameðferð áður en ég sagði fjölskyldunni frá þessu. Þetta vissi kona mín þetta, en ég vildi bara hafa allar staðreyndir á hreinu. Þetta var orðið 3. stigs, þetta var komið í eitla og var neðarlega í ristli, eiginlega alveg neðst. Og það var, ég fegin að ég gerði það eftir á. Mér var sagt að gera þetta ekki svona, af því ég var svo tilbúinn þegar og þá get ég sagt, þetta eru líkurnar, þetta mun ég gera næst og svo fæ ég stóma og svo gengur það tilbaka og svo fer ég í endurhæfingu. Ég var rosalega lengi að ná mér. Bara í hálft ár maður var að fara á salerni 35 sinnum á sólarhring, alla nóttina. Þó að maður sé læknaður af krabbameini að þá tekur eitthvað annað við. Gerðu það, Ástin. Svo lærði ég það, ef ég var á fastandi maga, þá gat ég farið niður í bæ, ég gat unnið pínulítið, ég gat gert eitthvað pínulítið, alltaf á fastandi maga. Og þá verður maður svolítið það, ég þekkti öll salerni í Ártúnsbrekkunni, Húsasmiðjunni, Bauhaus, ég gat alltaf rakið mig milli salerna. En ég gerði það og bara til þess að ná eitthvað út úr deginum. Fólk að virkilega stíga fram, gefa tíma og svona aðstoða okkur í gegnum þetta tímabil þar sem maður ekki að vinna og ekki með tekjur og ekki neitt. Þannig að það kom úr ótrúlegustu áttum. En ég gerði eitt sem var svolítið erfitt því að alla ævi ég búinn að vera að syngja á styrktarsamtökum og alltaf verið að hjálpa og annað. Að ég ákvað það á einhverjum tímapunkti að afþakka aldrei hjálp. Það var svolítið erfitt. Það var rosalega erfitt. Ég var alltaf unnið sjálfstætt. Bara þegar þú ert komin á þann stað að þú getur ekki bjargað þér. Ég held að þetta sé sérstaklega sterkt í karlmönnum. Vilja hafa alla ánægða og sjá fyrir öllu. En svo gleymir maður í þessu öllu að þú veist, ég gat ekki svart börnin á kvöldin, ég gat ekki vaknað á mótnana til þess að koma heim í skólan, ég lá bara í rúminu. Það skiptir engu máli hvað þú ætlar að láta alla finna lítið fyrir veikindunum og það svolítið sterkt í mér, að þá verður álagið alveg rosalegt. Þú gleymir makanum, þú gleymir svolítið þeim sem í kringum þig, af því að það snýst allt þig. Eins mikið og maður ætlar ekki að láta það gerast, að það gerist það.
Við erum með lítil börn, við erum að reyna að fara út að borða á kvöldin, gera eitthvað saman. Það sem ég er að glíma við er miklu stærra en ég fatta. Læknirinn sagði að það yrði skurðaðgerð í janúar. Og af því að ristilkrabbamein vex tiltölulega hægt og það var búið að útiloka það að þetta væri búið að dreifa sér, svona eins vel og maður veit, að þá skrifaði ég lækninum og ég sagði ég verð 50 ára í lok janúar. Ef þú frestar aðgerðinni, þá skal ég bjóða þér í afmælið. Og það var samþykkt. Þannig að ég ætla að vera með tónleika og svona bara fína afmælisveislu í Íslensku óperunni þar sem ég var að vinna, Gamla bjó. Daginn eftir afmælið þá fer ég í eina viku með konu minni til Berlínar og daginn sem ég flýg heim frá Berlín mun ég hreins út og fara sennilega á salerni í síðasta skipti á ævinni og daginn eftir það fer ég í skurðaðgerð þar sem verður lokað fyrir og sett úr stóni og það sem ég finnst svo flott við það þegar sauma svona fyrir alveg lokað botninn á manni. Það heitir á útlensku You will get a Barbie butt. Þú fær Barbie dúkkurass. Góðir gestir, við erum hjartalega velkomin. Ég er rosalega ánægður að sjá að einhverju gátu mætt, það var svo margir sem ábóðuðu sig. En þetta var hann Stefán að syngja aríu. Vonandi höfðu gaman að henni. Ég er mjög leiður á henni. Is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I lived a life that's full, I've traveled. Nú er ég farin að bíða eftir þessu. Það er bara, það er ekki hægt að lifa svona. That's more than this, I did it my way. Ég fékk leyfi hjá lækninum til að fara til í helgarferð til Þýskalands. Vorum þar 4 nætur. Þannig að við bara slöppuðum af, nutum þess að vera saman og fórum aldrei á veitingastað sem var lengra en svona 20-30 metra fjarlægð frá hótelinu. Það var æðislegt. Og þetta eru svona bestu dagar sem ég átti í 2 ár. Ég var bara á mjög hörðu, ég veit ekki, keto. Finnst þetta ónýðalega? Þú veist, það er eiginlega bara af því að þú varst með þetta hérna. Mér fannst það svolítið óvægt. Þið fannst það óvægt? Já. Þú mátt kannski... Þetta er bara mjög fínn staður, þannig lagað sér. Og það er bara rosalega gott að hafa, þú veist, þú hefur viðmiðið hinu, þú veist. Og krakkarnir eru allt í lagi. Smá stress í gærkvöldi. En þú veist, þau eru bara fegin að ég get farið í sund með þeim aftur og gert eitthvað. Það var þetta vandamál úr sögunni og þá get ég farið að syngja og vinna aftur og haft hægðir samtímis. Svo hérna er ég alltaf með fyrir hverja skurðaðgerð smá grín fyrir læknana því að þetta er mjög alvarleg stétt. Þannig að í ár bæði ég að botnlanginn yrði tekinn, þá skrifaði ég öfugum megin muna botnlangan og ör niður. Þannig ég veit ekki hvað er takað hérna. Já, góðan daginn. I had my feelings share of Lucy, and now as tears subside, I find it all so amusing. Þetta síðasta umferð. Vonandi verður gott. Þetta Costco eftir að tapa mér. Nú hætti ég að kaupa klósettpappír. Þeir senda frá sér aðkomu við vörum örugglega í vor. I did it my way. Systir mín
frestað utanlandsför. Hún heima hjá mömmu. Það svona, ég veit ekki til þess að okkur hafi dáið þessari aðgerð sko, en ég mjög öruggur og rólegur. Þetta frábær staður, stórkostlegt staðspor og virkar allt hér. Löng svæming fyrir rosalega í röddina. Það það sem ég hræddast við. Það margar góðar kveðjur og margir sem hugsa til manns. Það margir að biðja fyrir manni. Og það rosalega gott að finna að maður er gefinn. Það búið að bóna með maður. Það var bara eiginlega allt klárt sko. Þannig að pínu stress, svo ég líka bara þreyttur. Það ótrúlegt, það ekki meira en svona 8 daga síðan ég var í göngugrind. Ég á voða sko ég get eiginlega ekkert setið þannig ég þarf að liggja eða standa. Og það ekkert þrek sko. En ég reynir bara að lesa og segja börnunum til og þetta mun taka alveg hálft ár að komast í gang aftur. En svo ég bara að læra nýja og prumpa ég að framann. Að læra á þetta allt saman, að nota pokana og annað. Ég búinn að vera með stóma, garnastóma. Þetta ristilstóma. Mér finnst þetta heldur betra. Þægilega að eiga við það og svona aðeins minni umhirða en læri ég bara á það. Eins og skurðlæknirinn sagði, ég sá skilaboðin frá þér. Það að segja mundu að taka botlangan sem var öfugum megin. Og læknirinn sagði mér langaði að skrifa skilaboð tilbaka en faglega séð hefði það ekki verið mjög professional en þetta var mjög skemmtilegt. Svo gerist þetta mjög hratt. Maður er látinn labba, maður er þvingaður fram og leið og púlsinn í lagi og blóðmettunin þá mann bara hent heim. Svo einhvern veginn ótrúlegt hvað líkaminn er fljótur að ná sér. Sem faðir þá var yndislegt að sjá að þetta hressa með eftir það sem á undan er gengið. Það hefur á vissan hátt verið erfitt fyrir okkur foreldrana en þetta var allt blessast. Sko miðað við hvernig síðustu 2 ár hafa verið, þá er þetta bara nýtt líf. Algjörlega. Ég ekki, ég þarf ekki að fasta lengur, ég að borða morgunmat núna í fyrsta sinn í 2 ár. Ég að borða hádegismat og ég að borða kvöldmat og ég get verið með fólki og þetta mun gjörbreyta því öllu saman. Ég þarf ekki alltaf að vita hvar næsta klósett er og aldrei vita hvenær ég þarf að hlaupa. Sko. Ég stefnaði að vera byrjaður að syngja í sumar. Svæfingarlæknirinn var mjög fínn. Röddin kom bara ágætlega út úr þessu. Þá ætla ég bara að einbeita mér að því að koma skrokknum í lag, röddin í lag, farið göngutúra, kannski get ég byrjað að spila skvass aftur í sumar, svona taka inn 1 og 1 en ekki að gera allt í einu. Ég er búinn að þessu einu sinni, þar sem ég fór allt og hratt að vinna aftur. Og það skila manni bara hægar inn í lífið. Nú ætla ég bara að lifa.